Velkomin Ingi minn. Takk, Gitta mín og gaman að sjá þig eftir öll þessi ár. Sömuleiðis. Við erum búin að þekkjast svolítið lengi Já. og við höfum ekki hist mikið. Nei. En vorum að vinna saman hjá Vodafone fyrir mörgum árum. 0G Vodafone. 0G Vodafone. Enga húmorinn. Ja. Ég nenni ekki eins og útskýra þetta. Nei. Mynda ég að fyndi og... Nei. En já, þú ert bassalegari. Jeps. Svo ertu að vinna í tækniskólanum. Jeps. Ferðast á rafmagnshlaupahjóli á nöglum. Riddari glötunar. Ekki auðvitað. En já, mér langaði bara að fá þig til að svona aðeins að kynnast þér betur og segja frá þér og þinni æsku. Og þess að það sé eitthvað drama. En þú ert barnabarn Alberts Guðmundssonar sem var legend í fótboltanum. Já, það er mikið rétt. Hvernig var það svona þegar þú varst lítill? Var alltaf verið að tala afaðinn og að pressa? Hann var náttúrulega alltaf í sjónvarpinu í fréttum og svona var áberandi karakter. Vissulega umdeildur held ég líka, sko. Já. Og en ég man svona eftir því fyrst skaupið 85 hvað hann var áberandi karakter því að svona í minningunni þá var bara hálft skaupið líka við bara hann. Já, svona þannig, hann var svo mikið notaður í skaupinu og það var engin sem lekan, heldur voru bara notaður vídeoklippur á hann og það var klippt saman og svona sett úr samhengi eitthvað neinn. Já. Hann var látið telja inn í skonnrock og eitthvað svona, þetta var allt eitthvað svona. Og en já, það var bara mjög skemmtilegt, sko. Og Já, hann var bara ábyrjandi karakter en fyrst og fremst var hann náttúrulega bara afimanns og maður hafði bara góða minningar að vera hjá honum á Laufásvegi og gista heima á ömmu, sko, hann var alltaf svo næs. Hvar bjóstu þegar þú varst að alast upp? Þá ég í Árbænum. Já. Ég hef ekki verið svona 4 ára, ég flytt þaðan úr Hlíðunum. Þannig að allar mína svona æsku minningar eru úr Árbænum. Já, og hvernig varstu þessum barn? Ég held ég að vera alveg ágætur sem barn, sko. Já. Já, og ég bara, lék mér mikið og hafði áhuga á ýmsu, hoppa úr einu í annað og svona. Ábyggilega verið ömurlegur unglingur, en nei, ég var bara, og til að byrja með var maður svona að fara þessa sömu leið og margir í mínu fjölskyldu, var mikið í fótbolta og svona sem krakki og prófaði svona ýmislegt, sko. Já. Með mikla leka og dellu og alls konar svona. Og En pappiðin var líka fótbolta? Já, pappi var fótboltamaður líka, nafni minn, Ingi Björn Albertsson. Og hann var líka á mínum æskuárum og unglingsárum var hann ábyrjandi karakter. Hann var sem sagt hann var sem sagt í knattspyrnu og hann var markahæsti leikmaður efstu deildar á Íslandi í ykkur 30 ár, sko. Hann var fyrstur til að fá gullskóin. Já, ok. Sem var hann árið 1980. Já. Hann hafi verið fyrstur sem fekk þetta svona þegar þið fóru að gefa þessa gullskói hana. Já. Til myndir af því, skemmtilegt, mynd af okkur saman til þess. Og svona, sko. Og mikill valsari og svona, mikill tengsl þar, sko. Og svo náttúrulega fer hann úr því í pólitík líka. Hann náttúrulega var að reka Heildverslun Alberts Guðmundssonar, var að reka hana á samt afa. Já. Og fer síðan í svona pólitík líka eins og afi. Já. Fyrir hvað flokk var hann? Það var þegar afi klauf Sjálfstæðisflokkin. Já. Og stofnaði Borgaraflokkin. Ok. Það var þá sem að pappi minn kemst nær kjöri. Já. Þar, sko. Og flokkur með framtíð var slagorðið. Já. Vá. Já, ok, ég man ekki. Voru þeir, náðu þeir að vera í stjórn eða? Nei, mannst það ekki. Ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var, sko. Nei. Maður var svo ungur á þessum tíma, sko. Hvernig var að eiga pappa í pólitík? Var það ekki svolítið öðruvísi heldur en eiga pappa í fótbolta? Manstu það? Jú, hann var alltaf í fótbolta og svo rekstrinum og heildsölunni. Mikið vinnandi
vinnur mjög mikið sko, og svo þegar að pólitingi tekur við aftur í mann svo sem ekki tekur dítela en maður sá minna af honum heima ekki það að hann var eitthvað mikið fjárhætti þannig, hann var mikið inn á skrifstofunni sinni að undirbúa næsta dag og eitthvað svona, ég held að það verið mjög mikil vinna að vera á þingi og bara jögla þessu, bara vera á þingi og reka heildverslun og svo fótboltinn, hann var spilandi þjálfari og það var allt svona, alls konar hlutir að gerast sko. En hann var á þingi nokkur ár og hann skildi nú vel eftir það, ég veit voðalega lítið þannig að hans þingstörf, en þegar ég bara krakki nema bara að þegar ég komin mín unglingsár og þá kemur upp þetta þyrlumál. Það sem gerist að hann verður eitthvað sjóslys og ég held að séu 2 sem látast í þessu sjóslýsi og það var eitthvað hitamál varðandi björgunarþyrluna, hvort það var bara 1 björgunarþyrla á landinu eitthvað þannig og sem var bara ykkur staðar annar staðar, tók tíma náttúrulega að komast hana og þetta var mikið hitamál og pabbi tók þetta svona að sér á þingi og svona talaði máli sjómanna held ég bara maður þyrfti að efla þessi málina og þetta varð svolítið svona heitt mál á þingi, mikið rifist og öskrað og þetta var svona mjög eftirminnilegu tími því að heimili okkar bara fylltist af blómvöndum það var bara, eða í minningunum var það þannig, það var bara stofan fylltist af blómvöndum, það var bara ég veit ekki, sjóarar eða eitthvað bara víða að senda bara kveðjur þakkanum fyrir baráttinu og það var síminn stoppaði ekki og annað sko og þetta svona mín minning af pappa sem þingmanni og ég held að vera svona stoltur af honum fyrir það, svona pínu montinn sko, þú veist þetta gerðan, skildi hann þó eftir sig en allt annað hef ég náttúrulega bara getið hugmynd sko. Nei, þetta hefur verið, þú veist að þú segir þetta, þá man ég eftir einhverju svona og þetta náttúrulega bara að það var þú veist, það dóu fólk að því að það var ekki þyrla til það það var eitthvað og þú veist, og það náði þessu í gegn með látum og þetta gagnaðist mér líka þegar ég bauði mig fram í unglingar á Ársels í Árbænum ég notaði þetta sem slagorð ég kaupi þyrlu þetta og þú hefur náð kjöri ég náði kjöri hvað þið mörg sískinni? Við erum 6 yes. Alls sískinni? Yes. Það magnað engin æfingabönn Nei, bara nóga bönnum hvað þið, á hvað aldri þið? Sýsti mín fæðist 75 svo bróður minn 76 svo kem ég 78 svo annar bróður 81 annar bróður 86 og svo sýstir 87 það var fjör það hefur verið fjör hjá þeim og eru þau sískinniðin í fótbolta, hafa þau verið já, bara flestir stoppað eitthvað við í fótbolta yngsta sýsti mín fór nú ekkert í fótbolta reyndar en elsta sýsti mín var mikið í fótbolta og hefur gert mikið í fótbolta og ennþá tengd inn í það og hefur gert frábæra hluti þar og bræður mínu voru allir í fótbolta og mismikið náttúrulega og 2 þeirra spiluðu nú í úrvalsdeild og annað sko þannig að já, það hefur verið mikill fótbolti á heimilinu sko. En þú hefur ekkert mikinn áhuga á fótbolta? Miðjubarnið uppreist Já, þú hefur ekkert verið hvenær hættir þú að æfa fótbolta? Ég hætti að æfa svona 10-11 ára þetta var að fara að fjara svolítið út svona farin að minnka áhugin sko Það hafi ekki verið bara það leiti sem maður þurfti að fara að fylgja ykkur ákveðnum reglum Já Þannig að þú hættir það og fórst í eitthvað annað? Ég var bara farin að snúa mér að hjólabrettum og þannig. Mjög gaman að hjólabrettum. Og þú veist, bara hjólabrett og þungarokk. Og ég man eftir ég man til mómentinu sem ég bara sagði skilið við fótbolta. Það var þegar ég var skráður í eitthvað svona
ykkur að sumabúðir hjá Fylki eða eitthvað svona sumarnámskeið fótbolta eitthvað og og mamma og pappi höfðu skráð mig og eitthvað. Ég fór hana niður á hjólabrettinu og baði endurgreiðslu. Fékkstu endurgreið? Já, ég rauninni bara fékk ávísunina sem þau höfðu skrifað og fór með hann aftur heim, sko. Hvernig brugðust fóreldræðinni við? Þeir náttúrulega, ég held að hafa nú alveg séð þetta vera á leiðinni, sko. Þeir náttúrulega eru bara að reyna að hvetja mig til þess að stunda íþróttir eins og maður gerir sjálfur, sko. Já. Þú veist, að bara hafa eitthvað fyrir stafni og eitthvað þannig. Forvörnin og þetta. Já, og þau líka stundum í þessu hjólabrettarugli líka og allt, sko. Maður prófaði ýmislegt, þú veist. Og hvenær fórstu svo varst það að æfa einhver hljóðfæri þegar þú varst krakkið það? Nei, ég rauninni bara fekk hljóðfærið í fermingugjöf. Ég var farin að sína þessu áhuga svona í svona 1-2 ár fyrir fermingu og það bara mig langaði í bassa í fermingugjöf. Já. Og af hverju bassa? Bara, manstu hvað? Það var bara, þú veist, þegar ég var farin að hlusta mikið á tónlist og þá voru svona einhver ákveðnir svona karakterar sem að náðu til mín. Þegar ég var farin að hlusta á svona meira svona lifandi tónlist, þegar ég var farin að hlusta á rocktónlist, þá var ég farin að hlusta á Guns N' Roses til dæmis. Þá vakti Duff McKagan bassaleikari þar, vakti svona athygli mína, mér fannst eitthvað svona á mér, en svo fór ég að hlusta á Metallica og svona, ég var allir í þungarokkinu þarna, sko, svona byrjaði því. Þar bassaleikari sem heitir Cliff Burton, sem að lést reyndar árið 1986, en hann alveg heillaði mig alveg, sko. Það var bara eitthvað svona, hvernig hann bar sig á sviði, hvernig hann spilaði, hvernig hann bara beitti fingunum og svo var ég að heyra svona ákveðnir svona melodíski kapla sem ég heyrði hann gera sem bara einhvern veginn náði mér bara. Það var eitthvað orka sem kom frá honum og eitthvað svona spilagleði sem bara heillaði mig. Og á sama tíma náttúrulega líka voru náttúrulega karakterar eins og Paul McCartney sem hann náttúrulega hefur áhrif á nánast alla, sko. Þannig að þetta var svona það sem fór að kveikja áhuga minn, sko. Og varstu góður úlingur? Fékkst bassan í fermingu, varstu, að því þú varst að hlusta á svona þungarokk, varstu villingur eða? Ég var ekki beint villingur. Þú veist, ég lendi aldrei í slagsmálum með eitthvað þannig, sko. Nei. Þú veist, en maður fór svona, maður vitleysingur samt, sko. Smá emo, eða ekki? Ekki emo. Nei, ég var bara svona, mér langaði bara eitthvað við erum bara svona eitthvað í þungarokki og fór að safna síðu hári og verið töff, en svo á sama tíma var maður babyface með bollukinnar og eitthvað svona og spékoppa, þannig að það náðist ekki að myndast mikið bad boy look þar, sko. Nei. En svo svona þegar maður var komin í svona 10. bekk, þá var ég svona byrjaði að reykja og eitthvað svona vesen og svona fikk það að drekka og eitthvað svona, sko. Það var ekki alveg máli, sko. Nei. Náða að fela það náttúrulega í einhvern tíma, sko. Já, fóreldræðinir hafa ekki verið hlynnt því? Nei. Enga vinn. Nei. Og en, ég veit ekki, þetta var svona, þetta er bara eitthvað svona uppreisn í manni, sko. Og mér lá svo á að hafa gaman. Já. Hvað, þegar þú fékkst bassan, fórstu að æfa á hann eða varstu bara heima sjálfur eða? Bara svona bæði, ég fór náttúrulega fyrst í svona byrjandakennslu, svona námskeið. Hjá í rauninni manni sem var gullsmiður, en hann spilaði á hljóðfæri líka, sko, hann var gítarleikari og svona og hann var mér bara svona byrjandi námskeið eitthvað að passa og hann náði alveg ágætlega til mín, sko, mjög svona hvetjandi og skemmtilegur, sko, og svo var ég bara duglegur heima, ég bara var alltaf með bassan, bara að reyna að læra eitthvað og svo fór maður í hljóðfærabúðunar og keypti ykkur svona tablatjur heitir það, svona nótnabækur og lærið ykkur lög og æfði sig ég bara pikku upp eftir eyranu og þannig, sko. Getur maður komið með bassa í partí og haldið upp í fjörinu? Er það hægt? Ég hef bara átt að mig alveg á því. Ég hef gert það. Já. En það það er ekki algengt, sko. Þetta er ekki svona eins og með gítar, þú getur verið bara Nei. Þú ert basically bara rytmin, er það ekki? Jú. Já. Og þú spilar ekki svona eins og margir gera sem eru hérna. Þú gerir ekki svona eða? Spilar ekki svona? Nei. Þú ert ekki, ég hef séð þig náttúrulega oft spila
og þú ert ekki með þetta svona, ég hef alltaf að þau bara leika einhvern veginn bassa, það er hérna eitthvað, þú ert ekki þarna, þú ert meira töff. Ég vil hafa hann svolítið sígandi, sko. Já. Þú veist, það var svona, svona típur, þú veist, eins og Duff var hérna, Guns N' Roses og Cliff Burton og svo voru menn sem fóru enn lengra með það eins og hérna Krist Novasevic, hérna sem bassaleikari Nirvana, það var bara líkuð með hann nýra tásónum, sko. Já. En já, nei, maður vildi alltaf pósa og þetta, maður fór alveg, maður var heima alltaf að djöflast á hljóðfærinu og ætlaði bara að vera þungarókstjarna og maður var bara, æfa sig og leika sig, ég var líka að æfa mig, sko, ég bara hoppandi yfir ykkur sófasett og eitthvað svona heima, að æfa ykkur move, sko, það var bara gaman, sko. Já, fórstu í einhverju hljómsveit? Já, svo maður fór strax í það að stofna hljómsveit, sko. Já. Og það bara byrja að stofna Dauðarokksljómsveit og spiliðum í Árseli og eitthvað svona. Þeir ekki emo? Nei, ekki emo. Dauðarokk er emo, er það ekki? Nei. Nei, ok, ég er bara ekkert með þetta á hreinu. Þú verður að gera eitthvað research, geta. Hvernig tónlist hlusta þeir sem eru emo? Ég bara hlusta svo lítið á emo. Ég veit ekki, það er ekki eitthvað svona My Chemical Romance og eitthvað svona. Eitthvað svona. En já, Dauðarokksljómsveit, hvað hét hún? Það var að fyndi, sko, við vorum bara 3 strákar úr hverjunni, sko, við skiptum nafn fyrir hver einstu tónleika, held ég. Já. Ekki það við spilum marga tónleika, spilum bara svona í hverfinu, í Árseli eða 2-3 ára eða við leigðum einu svona sendibíl og fengum að halda tónleika bara í portinu í Árbæðaskóla. Já. Þannig að skólinn styrst okkur í því, sko. Og það er bara svo fyndið þegar maður er Dauðarokkinu. Bara allir sem hafa verið í þungarokki og eitthvað svona. Þetta er alltaf, þetta verður svona obsession að finna rétta nafni á hljómsveitina. Maður er alltaf að brainstorma allan daginn, alla daga, brainstorma eitthvað nafn á þungarokkshljómsveitinni. Svo fyrir sér logo og maður er að krassa það upp á blað og eitthvað svona. Og þá er svo flott svona einhver ensk orð og eitthvað svona, það voru svona hljómsveitir og Sororisite og Infusoria, þetta verður þessu sama hljómsveitin, In Memoriam, þetta voru svona voðalega töff. Þetta er svona latínu. Já, eitthvað, alls konar og og maður var alltaf að reyna að finna eitthvað svona flott nefn og ég man eftir ég held að, sko, við hétum á tímabili ég fann eitt nafn, það var eitt sem að vakti athygli mína sem ég fannst lúkka svo vel í svona þungarokkslogo alveg pressað upp og það var hljómsveitin Horticultural Society og mér fannst það hljóma svo ógeðslega vel ég var búin að teikna alveg. Þetta geðveikt langt nafn. Og svo var ég ykkur í ábyggli ykkur í fermingu veislu í fjölskyldunni og það var ykkur frændin sem spurði mig hvað hljómsveit mín héti og ég sagði hann það bara Horticultural Society. Já, garðyrkjufélagið. Horticulture, þetta er bara garðyrkja. Er það? Horticultural Society, þetta er rosalegt þungarokksnafn, sko. Það heita öll eitthvað ógeð. Svo héttum við Asphyxia á tímabili og héttum Adam and Steve einu sinni. Já. Það var alls konar svona. Asphyxia, það er svona meira svona, já, það er svona líffræði eitthvað. Já. Það var alveg, það lúkkaði vel í góðu letri, sko. Já. En ég hef þetta ennþá í mér í dag að ég sé einhver orð og ég er að sjá það fyrir mig sem þungarokksnafn. Já, sem logo. Ég er á flugvelli og sé bara Domestic Arrivals. Það er flott nafn á bandi. Það er geðveikt. Domestic Arrivals. Já. Það geggja. Það hljómar ógeðslega spooky þegar þú segir það svona. Rosa dark maður. Já. Úff. Og hvað, hvenær fórstu svo, þú fórst út að læra þetta ekki? Já, ég gerði það eftir að í rauninni, sko, ég er búin að spila alls konar. Það var þetta þungarokks, Dauðarokks tímabil og svo kom önnur hljómsveit í Mildinni þar sem við vorum bara nokkur strákar úr svona misjónum áttum. Rockböndum gerðum eitthvað bara svona grín funkband, það Fiff og bara spilum alveg helling, fórum eins til Danmerkur að spila, alls konar svona og spilum alls konar félagsmiðstöðum út allan bæi og eitthvað svona bara krakkarinn bara 16-17 ára. Já. Og ég hefði reynda líka á þessu, sko svona þungarokkstímabili var ég í hljómsveit sem heit Pandemonium og þá gáum við út okkar fyrsta lag, sko, það var árið 93. Gáðu út lag sem að fór á svona sapplutu bara með svona alls konar íslensku lögum og fekk alveg svona spilun á okkur útastöðu og eitthvað svona spilu. Er þetta á Spotify? Nei, ég þarf að koma svo á Spotify. Þá voru við þungarokksband en það var samið eitt poplag bara upp á grínið einhvern veginn. Sömu hljómanur út í gegn og hver og eitt skrifaði línu og sett í hatt og þá komin texti. Ó, cool. Og lagið hétt Þú ert í skónum mínum
Já. og meikaði engasens. Nei. En fekk svona ykkur spilun og við fengum að spila í galtaleg. Já, það er okkur svona badass. Fengum borgað og allt. Já, geðveikt. Já, en svo svo kemur þetta grínföng hérna og okkar svona og maður að gera alls konar svona bara, leika sér í músík. En en svo ég alveg bara, eiginlega bara hættur að spila svona í kringum svona frá, ég veit ekki, 18-19 ára. Bara í svona... Nei, svona kringu tvítust, bara í eitthvað 2 ári eitthvað, sko. Þetta svona bara bassinni meira bara inn í stofu og ég bara leika mér á hann. Já. Þú veist í kulnun? Nei. Ég var bara eitthvað. Já. Og en, já, svo það þegar, árið 2001-2002, snemma árs 2002, þá kynning á landi. Ég var nýbyrjar að spila aftur, að kynnast einhvern strákum og svona bara að prófa að spila aftur og slag gaman og þá fyrir eitt félagi minn á okkur kynningu þar sem ykkur frá skólanum úti í Liverpool sem hérna á landi og með kynningu. Já. Og þessi félagi minn fyrir á þessa kynningu og segir mér frá þessu. Já. Og bara, ég spáði að sækja segir hann, þú ekki tjekka á þessu. Ég bara geri það og það gerir svo hratt og rosalega margir sem sækja hana. Það alveg 3-4 mann sem voru að sækja á hverju ári en bara 100-200 sem komast inn og eitthvað. Ég spáði svo mikið í þessu. Og svo bara komst ég inn og þá allt í einu þurfti ég bara að fara að gera mig kláran að pakka bara. Mánuði, sko. Og kemst í einum skóla sem heitir LIPA, Liverpool Institute for Performing Arts. Já. Skóli sem að Paul McCartney kom á laginnar. Þetta var í rauninni gamli skólinn hans. Já. Hét Liverpool Institute for Boys. Og í rauninni var svona komin á þann stað átti að fara að rífa þennan skóla eða rífa þessa byggingu en hann svona steig inn í sparkaði sér rassinn á borgaryfirvöldum og hann er svona patrón þarna. Já. Og hann mætir allar útskriftir og svona þannig að ég komst í hennar skóla og þar með byrjaði svona það ævintýri árið 2002 sko. Já. Mjög spennandi sko. Og hvað varstu það bara að fara að læra og á bassa og bara, þú veist, varst í einhverju öðru eða? Já, ég basically bara læra bara þetta bara BA gráða í tónlist og ég var svona, mér langaði svona að fókusera mikið bara á bara bæta með sem spilara en líka mér langaði bara svo að komast mikið inn í og læra meira kvikmyndatónlist og svona music for the media eins og segir sko, bara gera tónlist í kringum hluti og svona. Og gekk vel í því og mjög skemmtilegt og lærði ýmislegt lagasmíðar og annað og upptökur og svona brótasýningu og þannig. Já. Og þetta var í Liverpool? Já, þetta var í Liverpool. Hvernig var að búa þar? Það var rosalega skemmtilegt sko. Þetta náttúrulega þegar þú ert í svona skóla þá þetta svolítið sko alþjóðlegt umhverfi. Því að þetta skóli þar sem að fólk kemur allstaðar að úr heiminum og í námi. Þannig að vini mínu voru bara allstaðar frá, bara englendingar, það voru englendingar mikið að norsurum, þess að frá Noregi, norsurum þjóðverjar og svo bara hérna og það, bara Japan, Kína og Bandaríkjunum, Kanada og svona, þannig að og þú ert svolítið svona í þinni búblu þarna og þegar þú ert í listnámi almennt, þá henni það sem skiptir rosalega miklu máli auðvitað að læra og vinna þau verkefni sem þú átt að vinna en líka bara nýta þann tíma þar ég bara networka, kynnast fólki og læra að vera í kringum aðra listamenn og það fyrir mér var rosalega mikill skóli líka sko. Og kynnti svo mikið af fólki og þetta náttúrulega þetta svona performing arts skóli þá ertu með fólk sem á tónlistabraut, sem á sound technology braut bara, sem líka bara á sviðshönnunabraut, á dansbraut eða alls konar og maður var stundum að vinna verkinu sem krafist þess að margar brautir voru að vinna saman að búa til ykkur íventa og þú lærðir svolítið mikið hver á annan líka lært music management og alls konar sko og maður lærði rosalega mikið af því en á sama tíma þá þetta svolítið skólinn var með hann stimpil á sér að vera svona, þetta Paul McCartney skólinn og líka svolítið talaði það úti sem að svona getur svona tvíeggja sverð hvernig áhrif það hefur á fólk út af því að það var
alltaf þessi Paul McCartney stimpill, þú veist, og þá svona komu sumir hana og einhvern veginn með svona það attitút bara hér er ég komin og þú veist, ég er bara að fara að meika sko. Þú veist, það er ekki hver sem kemur hingað sko. Þú veist, ég er svo merkilegur, ég kemst hérna og maður upplýði svolítið þannig og ég held líka bara svona á þegar maður kom hana fyrst, þá var maður svolítið svona þú veist, það var rosalega margir sem sótt ég komst inn, það hlýtur að vera mikið varið í mig og maður var fór hann út svolítið svona upp með kassan og spenntur en svo bara kemur skellurinn sko þegar þú ert búin að vera hann innan mánuð og ertu bara í kringum mörg hundruð manns og allir eru einhvern veginn bara svona og þú ert með svo mikið af hæfileikaríku fólki í kringu ég smækkaði bara svo fljótt og ég bara, fyrsta árið mitt var bara virkilega erfitt hana ég hefði svo litlu trú að mér og bara þú veist allir bara ógeðslega klárir hann bara ég á ekki breyk í þetta lið sko. Þetta er alveg Var þetta langt nám eða? Það var 3 ára nám ég var þarna í 4 ár ok ég var mikið að spila þarna síðustu 2 árin og bara á alls konar pöppum eða? Bara svona tónleika, ég var að spila með ísraelskum sólóartista í Drór sem að var að læra henni í skólinu líka rosalega klár náttúrulega og pródúser og annað og hann var svona að reyna að byggja svona upp sitt sólóprojekt, hafði gert mikið í Ísrael áður en hann kom þarna og hann var mjög duglegur, hann var með umboðsmann og allt með sér og það var alveg mikil vinna lögði þetta og svo svona spiluðu og hinum á þessum stöðum þarna bara í Liverpool og Newcastle og Manchester og Leeds og eitthvað svona þannig kring eitthvað og það var bara mjög spennandi og það átti að fara með það eitthvað sko og og þetta er svo fyndið þegar maður er svona líka bara ungur og það þá er þetta allt svona það var eitthvað svona núna þessir hafa áhuga, það er einhver frá Parlophone sem hefur áhuga að sæna og eitthvað svona og þá einhvern veginn sér maður fyrir sig bara, þetta er bara alveg að vera komið sem er svo rangt sko ég er ekki þannig, þetta er opaslega mikill prósess og ferli og eitthvað en jú, þetta var gaman með hann stóð ég var líka að spila með amerískri söngkonu sem var mjög góð vinkonu mín sem heit Camille Davila og virkilega klár lagahöfundur og það var bara svona undir hennar nafni og bara við vorum reglulega að spila hana og vorum með svona first gig vikulega á svona nýjum stað sem hann kom inn í bæinn sem var svona svolítið svona hipster að play sko, það var allir aðar hipster og ég var svo bara kynntist maður svo mikið af fólki sko, það voru strákanir úr hljómsveit sem strákar úr hljómsveit sem heitir The Wombats sem eru mjög stórir í Bretlandi núna búin að vera það í alveg 15 ár sko. Þeir eru ágætisfélagar mínir ég bjó í stuttan tíma með trommarunum Wombats og Tord bassaleikari, hann er ágætiskunningi minn, hann hefur komið hérna til Íslands meðal annars. Tord, er hann þá norskur eða? Já. Og þannig að maður kynntist þetta líka fólki hérna sko og gaman að sjá hvað fólk hefur farið ýmsar leiðir En komu þá fjölskyldumeðlimir til að fara á Liverpool-leiki eða? Er það líka mér? Já. Nei. Þú fórst á? Ég fór á 1 leik, það var þegar þá var búið að plana einhverja ferða, einhverju félagar kæmu til þess að fara á leik. Nei, ekki til að fara á leik fyrir ekki, bara til að koma að heimsækja mig og bara 1 í hópnum, 1-2 í hópnum voru fótbolta áhuga menn og spurðu hvort ég get ekki græja með það og ég bara fór í þá vinnu, þetta verður bara gaman saman hvort maður hefur áhuga fótbolta ekki, þá var það gaman að fara á svona sko. Það var bara mjög skemmtilegt, það var Liverpool Charlton Hemmi Hreiðars var að spila með Charlton það var hundleiðilegt 0-0 játtöfli en það var gaman að fara hana það var mjög gaman. Ertu ekki púlari þá? Ég er Arsenal maður. Þú voruð að tapa fyrir Manchester. Takk fyrir að minna með það. Já, ég vildi bara koma því að það voru óvænt og skemmtileg úrslit. Það er mikil við erum aðalega mikið Arsenal-menn í minni fjölskyldu sko. Það kemur frá Albert Afa. Hann spilaði með Arsenal. Já, auðvitað. Kemur það. Maggi minn, hann þolir ekki Arsenal. Sorry.
En hérna, það er eina sem að þið hafið mæntalega ekki verið sammálum þegar að því að þið þekktust. Já. En hvað, hérna, og svo þegar þú kemur heim, hvað gerur fyrir þá tekur við hjá þér? Þegar þú kemur heim frá Liverpool eftir námið. Þá hitti ég þig. Var það þá? Ég er bara ný komin heim frá Liverpool þegar ég byrja að vinna hjá Vodafone. Já, ok. Og hérna, þú veist, þá er ég bara að leita mér að einhverju vinnu og fekk þarna, vinnu þarna. Með mér? Já. Það var gaman. Já. Ekki gaman hjá okkur. Það var gaman hjá okkur, já. Nei, þetta var fínt vinnustæður, ég ætla ekki að fara að tala um það. Nei. Og svo maður hafa ekkert verið ánægð með allt, en maður var líka bara... Þú varst líka bara að stefna annað. Já. Langaði að fara að vera í tónlist. Og hérna, og hvað tók svona, hvað var svona fyrsta svona stóra giggið þitt hérna heima þegar þú komst? Ég veit svo sem ekki eitthvað eitt stórt, hvort það hafi verið eitthvað eitt stórt gigg sem breykaði eitthvað þannig, sko, en það var bara skemmtilegt hvernig þetta þróaðist, sko, ég var svolítið lost þegar ég komin, hvað er ég að fara að gera, enga græjur og eitthvað svona, eitthvað vesen, sko, að búin að gera 1-2 auglýsingarstef og eitthvað svona og eitthvað smá fyrir hinn og þennan eitthvað, en svo hefur Bjarki Sigursson sambandið mig, sem hafði flutt hana til Liverpool síðasta ár, í 1 ár, ég kynnist honum þar, ég var aðstofan bara við að finna húsnæði og redda honum herbyggi í bara sama húsi og ég bjó í. Já. Þar kynnust við, en hann hefur síðan sambandið mig hana þegar við erum fluttir heim og segir bara, mér langar að fara að starta mínu sólóbrátiði. Já. Og hérna... Þannig að við erum ekki að tala um Bjarka sig handboltamann. Nei, en hann var samt handboltamaður. Það, ok. En þetta er ekki sásamt. Nei. Þetta er Bjarki Sigursson, hann er bróðir Dags Sigurssonar. Já, hann er alveg þannig fjölskyldu, sko. Já. Og pappi hans og pappi minn spiluðu fótbolta saman í den og alls konar svona, sko, tenging, sko. Og hann var að starta sínu sólóprojekti. Hann var búin að vera fikta mikið í því hérna úti. Hann var að læra svona hljóðtækni hjá SAE í Liverpool. Já. Og hérna var alltaf svona on the side að vinna í svona sínu efni og við tókum stundum upp í herbygginu hjá mér. Já. Og svona bara eitthvað demo. Og svo bara þegar hann komin heim, þá segir hann við mig bara, mér langar að fara bara að taka upp plötu, mér langar að fara að gera eitthvað með tónlistina mína og ég er að fara að gera þetta með frændum mínum, Berki og Daða, hérna, Börkur, Hrafn og Daði sem eru oft kallaði bensínbræður, hefur oft kallaði Jaguar-bræður, störtuðu Jaguar með sama á sínum tíma og alveg rétt, mjög aktífir í tónlistasinninni og ég var allir bara svona, lítill í mér, bara veit ég hvort að ég eitthvað verið að spila með þessum strákum, sko, Ég er ekki á þessum stað, sko. Já. Einhvern veginn, alltaf svona eitthvað óöryggi í manni. Já. Mér fannst þeir alltaf að vera svo flottir spilarar. En bara spenntur, prófaði það. Og við bara náðum svona rosalega vel saman. Já. Og hérna, tókum við plötu undir nafninu B-Sig. Já. Sem átti að vera svona semi-hljómsveitarnafn, en þetta var sólóprojekti hans Bjarka. Já. En vorum svona svolítið svona aðeins að vinna þetta saman en hérna, og það kom út alveg stór skemmtileg plata sem bara tókum upp, vorum ekki lengi að taka hann upp og eitt lag á plötunni er meira sér bara við að spila það í fyrsta skipti sem við hittumst. Okay. Við bara náðum þetta vel saman, það var bara eitt lag hann sem bara við tókum það örugglega upp aftur en vorum bara, þetta er bara tekið, það er bara hann að við vissum alltaf hver annar hvað við hétum, sko, þú veist, þannig að það var mjög skemmtilegt, sko, og platan svona bara fekk fólk að hrifja plötinni og við fórum að spila helling og Hvernig tónlist var þetta? Það var svolítið svona bara blues-skotið rock, sko. Já. Og með svona bara smá svona með svona singer-songwriter svona Íva Vissoldi, sko. Og hérna og Bjarki Sigursson ofbóðslega hæfilegar ykkur lagahöfundur með alveg bara dásanlega rödd og alveg bara, og þetta bara, þetta varð síðar að hljónstinni Monotown. Já, ok. Og við gerðum eina plötu undir nafninu Monotown líka, sem var þrekvirki
stórt stykki, alveg það voru teknir upp strengir í London og nú var mixu-uppstörd í New York, það var alls konar svona, ég var ekki hluta því ferli, við bara tókum upp grunna með þeim, en svo svona voru við farnir að svona svolítið farnir að fjara í sundur á þessum tíma, sko. Já. En þeir heldur bara áfram að vinna plötuna og þeir fóru með þetta alltaf þessa leið, alveg bara rosalegt, sko. Já. Fóru ykkur út í London og eitthvað mega pakka hana og komið þetta bara frábæra stykki, sko, og maður er bara stoltur að hafa verið hluti af því, sko. Og eru þeir ennþá í tónlist þessir sem voru með þeir í? Já. Svo Börkur og Daði hafa náttúrulega bara alltaf verið í tónlist, það er bara, þú veist, þeir eru bara alveg óendanlega hæfileikaríkir tónlistamenn og ég spila ekki mikið með þeim í dag, en það gerist öðru hvoru og alltaf ég gaman hjá okkur, alltaf ég gaman að hitta þá og ég alveg, þetta eru bara náungar sem ég ber alveg óendalega virðingu fyrir í tónlistinni, bara þykir alveg bara ofbáslega vendu þá og allt sem svona þeir hafa líka gert fyrir mig, þeir voru líka fá mig í önnu verkefni og svona Eru þeir bræður, sér það? Já, ok. Alveg yndislegir strákar, sko. Og svo svona í kringum þetta, þegar vorum að byrja þetta basic, þá fór svona bara aðri hlutir að gerast. Jón Ólason fór að hafa samband, fá mig í leikúrstykki og svo var hann farin að fá mig til að leysa af í Ný Dönsk. Já. Og ég er ennþá að gera það spila reglulega með þeim og bara hinur og þessir, maður fór að vinna með hinum og þessum og þetta er bara orðið svo rosalega mikið af fólki sem ég spila með. Já. Og er þetta, þú veist, hvenær fórst að fatta að þú værir góður í þessu? Var það þegar þú fórst að spila með, að þegar þú veist, þú segir og það hafi verið lítill í þér hana í byrjun? Já. En þú veist alveg þú ert góður að bassa í dag, eða ekki? Já. Já, mér finnst þetta svona bara, þú veist, ég er svona sáttur. Já. En ég fór svona átt að maður, sko, það var mjög, ég bara sérstaklega eftir að hafa spilað með Berger Daða út af því að ég hafði oft séð þá spila áður og ég man svo eftir að hafa séð þá spila og hafa hugsað ykkur sé langa með að spila með svona náungum, sko. Þú veist, þarna, þetta vil ég spila með svona gæm út af því að maður sá þess að spila gleði og svona, hvað voru eitthvað slagir og svona og það var svona, þeir tóku mér svo vel og náðum svo vel saman þó svo ég bara eins og ég er með alla mína bresti, sko, þá. Þú ert ekki með neina brestingi? Nei. En svo, þú veist, svo þótt mig gaman þegar að Jón Ólafsson fekk mig í söngleik, söngleikur Janis Joplin í Íslensku óperunni sem var mjög skemmtilegt. Og svo svona í kjölfur af því þegar að til dæmis þegar hann fekk mig til þess að leysa af mig Ný Dönsk. Og þá spyr ég hann bara, hvenær ætlaði að æfa? Já, þú mætir ekki bara hljóðpröfuna, en það ekki bara, sleppið það ekki bara. Oh my god. Og þá er ég svona, herðu, bara menn verðast bara að treysta mér. Já. Þú veist, það var svona góð tilfinning. Já. Og ég bara, jú, og svo gekk það bara vel. En þú ert að spila svona, þarft ekki að læra, er þetta bara tilfinning hvar þú átt að spila? Eða ertu með nótur eða hvernig, þú veist? Það er allur gangur að því, sko. Já, ok. Það er sumt sem maður getur bara hoppað inn í og bara menn lesa hvern annan. Já. Maður veit svona cirka hvað maður er að fara að spila fyrirfram. Önnur verkefni eru bara flóknari og þurfa meiri undirbúning og svona yfirlegu og stundum er þannig mikið að gera líka, maður þarf bara að geta unnið hratt og vera bara með hlutinu skrifað upp bara á einhverjum iPad eða eitthvað. Já. En maður vil samt ekki hafa þannig að maður sé bara læstur á einhverju skjá eða einhverju nótnablaði allar tíma, sko. Þannig að En þú veist, ef þú heyrir eins og eitthvað lag með Ný Dönsk og þú þekkir lögin þeirra, getur þá bara spilað í gegnum þau eða þarftu, þú veist, ég fatt ekki alveg hvernig þetta virkar hér. Það er bara svo misjans, sko. Það er svona, þegar bara með reynslinu og tímanum, þá fer maður að vera bara fljótur að greina bara form. Já. Svona hljóma form og uppsetningar. Og það eru, þú veist, það er alveg sumlög sem maður í rauninni pikkar upp á þess að vera með hljóðfæri í höndunum. En önnur lög þar sem þú þarft alveg að setjast yfir og liggja yfir og heyrir ekki alveg nógu skýrt hvað er að gerast og svona og formin eru trikki og það er erfitt að svona lokka þeim í hausinn, sko. Þannig að það maður að vera með eitthvað svona punktir að niður, sko.
og þannig að og oft maður bara kannski að fá ráðningar það sem að þú veist, það bara rosalega mikið lögum sem maður hefur ekki spilað áður Já, það stundum bara samdægur sko, þetta inn bara þetta lag, hefur spilað þetta áður bara nei, bara Já. En maður bara kemst í eitthvað svona ákveði form sko, Já. verður svona svolítið flúent sko. Já. Svo varstu eins og hérna í COVID-inu. Já. Þá fékkst þú heljarinnar gig, svona öðruvísi en aðrir listamenn. Það var náttúrulega mjög erfitt að vera listamaður á þeim tíma. Já, þetta var sérstakur tími. Já. Fyrir alla náttúrulega. En þannig ég búin að vera að spila í mörg ár með Helga Björns og Reiðmjörnum Vindana og svona SS Soul og eitthvað svona. Þetta er alltaf sami hópurinn samt sko. Mér samt hvernig giginn voru sett upp. Við varum búin að spila í nokkur ár bara með honum og bara upplifa alls konar með honum. Og hérna svo skellur þetta COVID á og þetta hérna takmörkunna vesen allt og við erum á leiðinni á græna hattin að fara að spila og þetta er bara rétt áður en þá að fara að skella öll í lás og það er bara vita, það er verið að fara að skella öll, þannig að þetta verður síðasta giggi í svolítið tíma og í bílnum á leiðinni að þá fer einmitt Helgi svona að spyrja okkur strákar, hvað vitið svona streymi eitthvað, þekki eitthvað inn á það og það er sem ekki mála að setja bara svona tónleika í streymi, svona eitthvað YouTube eitthvað og ég svona bara eitthvað skeggarætt það eitthvað, þá var að með þessa hugmynd bara að halda bara tónleika inn í stofu hjá sér og bara eitthvað streyma á YouTube bara eitthvað aðeins til svona létt á bara, og hafa gaman, bara hafa þetta bara svolítið létt og eitthvað og rættum það eitthvað og svo bara svo rættum við ekkert meira og svo svona þegar við erum að keyra tilbaka frá Akureyri og þá er greinilega boltinn búin að vera rúlla svolítið því að þá er bara Helgi alltaf farin að tala við Pálma forstjóra Símans og hann er búin að ég held að hann hafi verið búin að tala við Stöð 2 líka þeir vildi þetta vist ekki og jú fær hann að Pálma með sér og það er bara ákveðið að við ætlum að halda bara eitthvað svona eina streymistónleika og notum bara hlékarð í það og eitthvað og þetta á bara að vera bara svona létt sko og það við ætlum að hafa þetta heima á sér en bara plássi bauði ekki upp á, bara upp á kamerur og lýsing og annað, þetta hefur verið svo mikið vesen, sérstaklega út af þetta var komið aðeins lengra en bara að vera á YouTube, þetta átti bara að vera í beinni á sjónvarpi Símans, að þá sagt, gerum við þetta í hlégarð og bara förum í gegnum það, bara opaslega cozy vibe og Vilborg konars Helga er að skreita hérna, setja upp blóm og eitthvað svona, þetta er allt voðalega heimilslegt og við erum bara hana með bakkelsi og svo bara pantaði take away matur og svona eftir soundcheckið og allt svona og svo bara farið í útsendingu og við höfum bara gaman að þessu einhvern veginn og bara skemmtilegt flæði á þessu og svo erum við bara að róta og bara ganga frá og svona og þá kemur hann Þórinn að próta sér og bara stoppa okkur á og segir strákar ekki ganga frá, við erum að fara að gera þetta aftur og við erum nú þá logaði bara Twitter við fyrir bara ég var ekki að nota Twitter á þessu tíma sko. ég aldrei nota Twitter á okkur ráði ekki heldur ég ekki bara fyrir að installa Twitter aftur í símanum og ég bara þá var eitthvað svona hashtag í gangi eitthvað hashtag heima með Helga Einar Bárðar var eitthvað svona haldið utan það og því var svona hleypt á skjáinn og það bara logaði allt þar þá var svona farið í einni viðbót en svo bara einhvern veginn var þetta bara endur tekið sko, og var þetta ekki skemmtilegt? Ofboðslega skemmtilegt og þetta er svo skemmtilegur hópur að vinna með og það bara myndaði svo góð stemning í kringum þetta og svo þetta fór svona aðeins að þegar þetta var orðið svona ljóst þetta var bara alltaf svona endur tekið þá bara út af þetta var rosalega mikið vinna þetta var við þurftum það er rosa mikið vinna fyrir Helga að bara fá gesti í þetta, setja saman lagalista og allt þetta og við vorum kannski ekki að fá endanlega lagalista fyrir á 50 degi og það var útsending á laugadegi og þá maður kannski að fá lagalista setjum bara 50 dags með 20-25 lögum og við vorum að fara að æfa bara klukkan 2 daginn eftir þannig að þá tók við mikil vinna en svo sátum við mikið á þessum kollum bara að æfa og soundchecka og allt þetta en þá passaði bara Helgi og allir upp á
hlutir væru í lagi hana. Það var, þú veist, það var alltaf nóga drikkjum og svona bara, þú veist, nóga gósi og bara eitthvað bakkelsi. Það var kannski valdi kokkur að búa til pönnukökur og eitthvað svona. Já. Og svo þegar maður var búinn að, þegar maður búinn að samtjaka fyrir útsetningu, fengu okkur smá súpu, svo farið útsetningu. Eftir útsetningu, þá var bara naut og bernes og bara svona. Þannig að þetta var, ferlið var alltaf mjög skemmtilegt og lifandi og gestirnir elskuðu að koma hana. Já. Ég man ekki eftir einum gest sem að var eitthvað annað. Já. En þetta var flókið. Svo þegar þetta var komið út í bara fjarlæga takmarkanir og annað, þá var orðið erfitt með bara smink og annað, sko. Já, Við vorum með okkar eigið sminkið, þú veist maður sminka okkur sjálfur á tímabili og það þurfti að halda okkur einhvern veginn í ykkur fjarlæg frá hver öðrum. Það þurfti að halda tæknumennum fjarlæg frá okkur. Eitt skipti voru með kór í heimsókn, það þurfti að skilja það alltaf, þetta var allt á flókið. Já. En þetta var alveg hverja helgi, eða ekki? Jú, þetta var alveg langan tíma og svo bara kom break eða svona, og svo var þessu svona lokið, hélt maður. Já. En þá var bara ákveð að fara bara í svona seríu bara, sem að þetta var bara svona endur uppsett og fært bara í sjónvarpsstúdíó og bara sett meira svona, bara vinna í design og svona struktúr á þáttunum sem var svona svolítið tilraunast með, sko. Þá var þetta að það komin helgi og þú veist, þetta var bara saman batterið, sko. Og og var svona komið gott flæða, svo komið rosa gott teimi bara í hljóð og mynd og öllu. Og var þetta ekki alltaf, þetta var alveg í beinni? Jú, alltaf í beinni. Gerðist aldrei neitt í beinni, eitthvað svona? Nei, nefnilega ekki. Ekkert eitthvað krassandi, sko, en þetta var alveg, sko, ótrúlegt út af því að við þurftum alltaf að fara yfir rosalega mikið efni á rosalega stundum tíma. Já. Og það var bara regla að það yrði alltaf íslensk tónlist. Já. Bara íslensk tónlist. Þá meina ég, sko, annarkvort íslensk lög eða þá erlend lög sem hefur verið gerð í íslensku búning. Þannig að það var bara alltaf íslenskt. Já. Og þegar upp staðið þá voru þetta held ég 470 lagatitlar sem við tókum. Bara íslensk lög. Vá. Og sum þeirra tókum við nokkur sinnum. Já. Þú veist. Þetta rosalega. Við eigum, Ingo trommari hélt utan þetta. Já. Og það svo gaman að fara í gegnum þetta skjal og bara, vá. Þetta ógeðslega mikið að lög. Rosalega mikið. Og mikið að listamönnum sem komu, eða þú veist, söngurum og svona sem að, það var alltaf sama hljómsveitin, eða ekki? Jú. Var það ekki bara þið sem spiluð? Við reynið myndana, já. Já. Og svo komu alls konar söngurar, já. Og þetta var, og eins erfiðu tíma og COVID var, þá var þetta samt óbærslega skemmtileg tími hjá okkur, svona súrsætt að segja, sko. Já. Og þetta var, maður hlakka alltaf til að gera þetta. Já. Og þetta var bara óbærslega gaman og maður fekk rosalega mikið klapp á baki frá fólki. Já. Þú veist, maður var svona, þú veist, maður fór í bónus að vesla og var alltaf svona ykkur sem svona hnift í maður bara takk fyrir okkur og svona. Og maður, stundum heyrir maður ennþá minnst á það, sko. Já, ég held að það voru allir rosalega jákvæðir með þetta og mér fannst allir vera ofboðslega þakklátir fyrir þessa skemmtuna því að þetta var bara hjá mörgum mjög erfið tími, sko. Það voru svo margir sem líka þurfti einhvern veginn að tala þetta, sko. Já. Líka þeir sem höfðu þetta. Já. Þeir þurfti endilega að koma að manni bara, ég fíli þetta ekki, sko. Ég bara, flott, ég meina. Í alvöru? Já, ég meina, ég hefði pottið ábygglega verið einn af þeim kannski, ég veit það ekki. Já, eða, þú veist. Já, nei, ég hef nú aldrei sagt að vinna þetta, sko. Eitthvað svona, en, ekki þurfa að stoppa einhvern í búðinu. Nei, en maður alveg svona, fólk þurfti að tjá skoðun sína á þessu, sko. En þetta var samt alveg bara, þetta var opbáslega skemmtilegt og myndaði svo mikið vitleysa í kringum þetta, sko. Og þetta alltaf bara líka alveg hörku vinna að vera allar helgar í þessu, þú veist, þó að þú veist, það sem minna gera á millifattaru, þá var þetta alveg binding. Já, þetta var rosa binding. Svo einhvern veginn, ég man eftir að gerist einu sinni, Múkisson átt að koma. Já. Og daginn fyrir útsendingu kemur ljós að hann var útsettur fyrir smiti, þannig að hann mátti ekki koma. Já. Þannig að þá er þetta hætta við þáttinn. Já. Og þá ég einn heima með konunni á laugardagskvöldi og Sjónvarp Símans ákvað það sem hafa hætt við þáttinn, þá ákveðu þeir bara
klippa saman bara svona best of þátt heima með Helga svo ég heima með koninni og við erum bara svona hvað við að gera konan minn alltaf bara horfa heima með Helga þetta grínast já, nei þetta ég stofun að horfa sjálf já, hvernig er það? Það var ógeðslega skrítið það var mjög fyndið það var alveg vinalegt að sjá þig annars sko að þessum ógeðslega leiðilegti þetta var reyndar ekkert svo slæmur tími hjá okkur, við vorum rosa mikið bara út á landi í Djúpæk, bara í okkar eigin búblu sko en ég get ekki ímynda mér að vera þú veist eins og í blokkar í búin okkar bara í margar vikur bara að, ég held ég hefði mist vitið þá. Það var gott að geta farið bara út í sveit. Já, einmitt. Ég er svolítið svona út að ég er svo heimakær, mér er svo gott að vera heima hjá mér. Og ég sá svona eitthvað mím á internetinu, fljótlega eftir að COVID var svona búið, eitthvað svona mím, mynda einhverju mannísku, maður heldur upp svona einhverju plaggi út á götu og það stóð bara bring back COVID restrictions, people suck. Já. Ég er svolítið þannig sko. Já, bara... En þú er orðið svona með árunum með ekki? Nei. Víst. Þú varst alveg svona partiljón. Já. Það ekki? Já, svona, jú. Já. Ég vildi djama mikið og hafa gaman. Já. Voru það djama eitthvað í kringum þess að þætti það? Bara svona, bara svona eftir á, þá voru við bara með rauðvín og svona léttir og það var svona, fólk var að slúðra út af því að það var oft, þegar Helgi fór úr mynd, þegar eitthvað gestasöngvari var að syngja, þá sagði hann alltaf sama, ég ætla að fara að tjekka á Aspasinum og það var alltaf verið að spyrja okkur út í þetta, hvað þetta væri, hvaða kód þetta væri Aspasinn og það var fólk var að tala þetta er eitthvað, bara, þetta er eitulíf og eitthvað svona rugl og fólk bara bjóð til alls konar svona, við bara við vorum bara að hafa gaman, stundum bara, við bara borðum og fengum okkur heitir auðvitað, stundum bara fórum á gítarnum og bara leika okkur aðeins ég vil bara í eitthvað klukkutíma og svo voru við bara búinir á því alltaf eftir þetta sko. En þetta var óbáslega skemmtilegt. Já, en þú sagði mér áður en byrjum að taka upp að þú er ekki drukkið í 5 ár. Já. Þú veist, rockarinn. Já. Hvað varði eitthvað til þess eða? Ég veit það ekki. Ég spyr sjálf mig stundum að því sko. Þetta gerðist sko það gerðist ekkert. Ég myndi að drakk ekkert það mikið svona í aðdragandan að þessu. Það var bara í janúar eitthvað, þá var ég bara eitthvað svona aðeins að taka mig á, svona típist eitthvað og taka mig á í mataræði okkar og svona bara fatta ég svona eftir 2-3 viku bara, ég er ekki mann að fá mér einn einasta bjór eða neitt og bara ég ætla bara að prófa að halda þessu að sá fram spáði svo sem ekkert í því sko, bara hélt ekkert að það myndi hafa neinn áhrif á mig þannig út af því ég var ekkert að drekka neitt það mikið á þessum tíma allavega en svo bara var liðið hálft ár, þá fór ég bara átta mig bara á því að bara öll svefnvandamál voru bara horfin og bara að sofa betur og hvílast betur og bara leið almennt betur og eitthvað svona húðalega við bara þótt að það mjög undarlegt og bara okkur bara halda mig við það og ég hef bara mikla dellu fyrir óáfengum bjórum og svona ég finnst það líka það er eitthvað svona eitthvað stendur til en þeir eru ekkert allir óáfengir mér finnst það svolítið skrítið þeir eru svona áfengislaus eins og einn sem ég held að væri það þá svo aftan á stendur 0,25 Já, það er út af því það er út af það víst þannig að sko bjórar sem eru mertið 0,0% þeir eru bruggaðir með engu áfengi í en þeir sem eru kannski 0,2 eða 0,5 eða eitthvað svona eins og bríón eða eitthvað mér skilst að sé þannig að sko þeir eru bruggaðir með áfengin í sem er svo síð úr þannig að það er ekki hægt að ábyrgjast að sé ekkert áfengi þannig að það er bara það, þetta er bara eitthvað lítið það má endilega eitthvað bruggari leiðrætta með í þessu sko. Ég er ábyggilega að fara með eitthvað algjör að þvælu hérna sko. En svo náttúrulega sko, það sem Íslendingar kalla ofta óáfengabjór pilsnir og allt þar fyrir niðan pilsnir er náttúrulega 2,25 Já, ég er blind full af einum pilsnir núna eftir 16 ári etru, sko, ég held það ég bara áfengi gerir ekkert fyrir mig lengur og mér bara langar ekki að finna á mér og langar ekki að vera þunnur
og svo bara það hefur safnast upp í gegnum árin bara að mikil spila með sko, vera fyrir framann þegar maður hefur líka verið og það maður hefur ofta verið að skemmta líka fólki sko, spila alls konar ársatíðum og þorrablótum og hitt og þetta og maður bara séð hluti sko, sem að þegar fólk upp á sitt besta fólk upp á sitt besta sko ekki það flestir eru þú veist, flestir eru alveg í toppstandi sko, eru bara að skemmta sér vel alls ekki flestir en svo er það svona einn og einn og það er svona bara ákveðnir hlutir sem sitt í manni sko. Já, en, ég er alveg sammála þetta ég reyna að vera ekki þú veist, einhver síkjaðis postuli alltaf með þessa drykkju en þegar maður sér þetta svona utanfrá, maður er sjálfur bara edrú og þá er þetta oft bara svona þegar líka fólki komið á okkar aldur og eitthvað svona er rúllandi fullt, mér finnst það bara ekki töff. Nei, finnst það svona ekki sér mennandi sko. Og þó þú munir ekki eftir því þá gerðist það samt. Já, akkurat. Þannig að en fólk má alveg skemmta sem er víni mér alveg sama. Ég segja sama sko, en ég á minni samleið svona með ég þraukast upp í partíum og þannig sko. Já. Það er svona þegar fólki komið á ákveðin stað sko, þá svona þá bara komið tími fyrir mig til að bara bakka eins, bara ég ætla bara að koma mér og bara fínt sko, allt í góðu sko. En svona, já. En þú átt einhver nokkur börn, ekki? Jú. Hvað áttu mörg? Jú, 3 börn. Ok, yes. Sem eru öll orðin svolítið stór, eða ekki? Já, ég á dreng sem er að verða, ég á mann sem er að verða 26 ára núna í ár. Vá. Ég á dóttir sem er að verða 24 ára og ég á dreng sem er að verða 18 ára í ár. Já. Bara komið. Þannig að þetta er bara að verða flóið úr hreiðrinu. Já. Sem er enn meiri ástæði fyrir því að við ættum að hittast helgar og vera edrú saman. Já, mitt. já, og það er bara æðislegt. Já. Eru þau börnin eitthvað í fótbolta eða tónlist? Sko, þau var öll verið í fótbolta. Ykkur leiti mikið, sko. Sko, sonur minn elsti, hann var mikið í fótbolta þegar hann var yngri og svo svona fjaraði það át á unglingsárunum en hann hefur verið í svona hobbybolta, hefur verið með einhverjum vinnum. Já. Hann er engverfur og hefur svona hann hefur svona sínar áskoranir náttúrulega, en mjög duglegur og svo er dóttir mín, hún var mikið í fótbolta og hefur mikinn fótbolta áhuga. Já. Og hún heldur með United, fjandinn. Hæ? Já, hún og yngsti sonur minn, þau halda bæði með United, sem er skemmtilegt, það er bara meiri tensjón á heimilinu, það er skemmtilegt sko. Já. Og við vorum að nippa í hvort annað, henni gæri eitthvað Snapchat á hvort annað. Þetta var rosalega leikur. Já, en já, hún er alveg hörgudugleg, bara æfði mikið fótbolta, var mikið í fimmleikum og svo fótbolta og mikið þróttari. Já. Stoppaði eins við í Fylki á tímabili en svo fór hún til Bandaríkina á fótboltastyrk í háskólanum og kláraði það. Já. Var mikið að spila fótbolta þar, skemmtilegt. Hvar var hún í Bandaríkjunum? Hún var í Iowa. Já, ok. Það var litlum bæ þar, svona háskóla bæ þar. Já. Og útskrifast þar í fyrra. Og hún horfir langmest á fótbolta af okkur öllum á heimilinu og svo er minn yngsti hann Emil, hann mikill gallharður þróttari og hann er eiginlega bara nýhættur að spila sko, en hann er alveg þrjusugóður, mikill íþróttamæður hraustur og það er mjög gott. Það er gott þegar börnum að sér íþróttum. Já, það er gott. Svo ég hef ekki farið þá leið þegar ég var yngri. Nei. Það er kannski átt að hlusta aðeins betur. Nei, þú ert góður í því sem þú gerir. Það er það sem skiptir máli. En hvað er svona framöndan núna hjá þér? Framöndan núna? Þú ert að vinna í tækniskólanum. Já, ég er að vinna í tækniskólanum. Hvað ert að gera þar? Herðu, þar er ég að sjá svona sköpunarými sem að heitir Framtíðarstofan. Já. Við erum 2 sem erum að sjá það. Og þetta er svona makerspace, getur við kallað. Já. Og þetta er, ef þú þekkir svona hugtaki Fab Lab, til dæmis, þá er þetta svipa því. Og við erum með svona 3D-prentar og laserskera og vínilskera og alls konar svona til sköpunar. En ég kem þarna inn áður en þetta rými klárað, því að þá var búið að ákveða að svona fara aðeins út fyrir hennar hefðbundna Fab Lab pakka og bæta við hljóðveri og myndveri. Og þá er ég svona fenginn inn, ég hef búin að vera að vinna hann í tækniskólanum, bara svona í hlutastarfi með tónlistinni. Já.
og var svona svolítið á krossgötum bara hvað ég að fara að gera, þú veist, ég var komin niður í 30% jobbana og svona, og vissi ekki alveg hvað mér langaði að gera og og þá ég fenginn hérna inn og bara til ég að breyta sér hljóðver þessu rými, þú veist, bara við þekkjum þig, bara keyptu bara þessi þarf bara, þú veist, þú fær bara beinabók við treystu þig bara og þetta var náttúrulega ríkalega gaman og ég fór að einangraði þetta allt sjálfur og keypti inn alls konar græjur og opaslega gaman að fara í hljóðfærabúðinar og svala græju fíkninni sko. Þó svo ég var ekki að fara með þetta heim til mín en og það bara strax í kjölfarið því þá var mér bara búið að sjá bara þetta, bara koma bara í fullt starf og þá var ég bara, nú ég tilbúin í 9-to-5 pakkan sko. Ég til í þetta. Þetta svona, og maður bara að hjálpa krökkum að skapa og vinna ykkur á hugmyndir og alls konar hvort sem það í hljóð eða mynd eða 3D-prenti eitthvað, alls konar. Hljómar ótrúlega skemmtilega. Mjög skemmtilegt sko. Ertu búin að vera þarna lengi eða? Það eru, manni ekki hvort 6 eða 7 ár síðan við opnum stofuna. Já. Og þetta bara eitthvað sem krakkar geta komið bara sem hafa áhuga á einhverju? Í rauninni þetta bara opið rými fyrir alla nemendur og starfsmenn til að nota og vinna bara svona sína hugmyndir og við vinnum líka mikið með kennurum, þeir eru kannski með eitthvað ákveðna áfanga og vilja fá þau til að skapa eitthvað, þá gera það svona svolítið í samstarfi við okkur. Hönnunanemendur eru kannski látnir hanna sína eigin taflmenn og þá komum við svolítið inni og kennuðum að hanna það í þrývit, þannig að þið getið 3D-prenta, þannig að þau enda með áþreifanlega hlut sem þau bjuggu til og þetta opna líka bara á aðra hluti eins og til dæmis út með nemendur sem þurfa að gera ritgerðum, ykkur að líffræði ritgerð eða eitthvað, enskuverkefni ykkur að ritgerð. Kennarinn getur opnað á það bara, þið megi líka skilus inn sem podcasti. Þá koma inn í hljóðver, kunna kannski ekkert að taka upp, aldrei komið inn í hljóðver áður. Þá tek ég við þeim, hjálpaði með þess þar og þau læra aðeins að taka upp, hafa svolítið gaman, læra samt sem aðra sama sko. Og þetta bara líka með myndveri, þá ykkur að gera eitthvað brenninálsögu eða eitthvað á þessum íslensku vingasögum og þeir notuðu hann að green screen herbyggi sem eru með og voru hann að byrra ofan með eitthvað leikfangasverð, það fór sjúklega fyndið og asnalegt en lærið alveg það sama og skiluðu bara sér skemmtilegu verkefni Af því að líka það hendar ekkert öllum það sama og þetta eitthvað sem hefði hendað mér rosa vel af því mér finnst ekki gaman að skrifa langan text eitthvað sem mér finnst ekkert spennandi það væri hægt að gera það meira spennandi með þetta svona. Já, þetta bara svona leifis aðeins að fara út fyrir kassan og svona margt skemmtilegt sem hefur komið þaðan. Sko. Hljómar mjög vel. Og ertu að fara að spila núna eitthvað fast eða í bassanum? Það bara, þetta svolítið mikið svona, núna síðistlín ári, þetta bara svona tilfallandi verkefni sko. Það bara dettur alltaf einhvern veginn eitthvað inn. Ég hef mikið verið að spila með nýdönsk, ég hef alltaf hoppað svona einstaka sinnum inn síðistlín 15-16 ári eitthvað hjá þeim, en núna síðistlín ári ég búin að spila alla tónleika með þeim og sem ég elska. Ég bara þykir opaslega vænt þessum hljómsveit og bara þeirra tónlist og mér finnst svo gaman að spila þessi lög og svo yndislegir menn allir. Þannig að ég er með eitthvað bóka með þeim og svo eru svona hinn á þessu verkefni, ég bara að halda utanum eitthvað svona spila okkur ásatíðum eitthvað svona og svo ég tónlistastjóri í söngkefni framhaldsskólana. Nú, Ég er nýbúin að klára söngkefni tækniskólans, ég er búin að gera það síðastlegin 12 ár held ég. Nú þetta annað ári röð sem ég er hljómsveitastjóri í söngkefni framhaldsskólana. Ég hef oft nokkur sem spilað í söngkefni framhaldsskólana en í fyrra tók ég þetta að mér að vera hljómsveitastjóri. Það bara gekk mjög vel og komum bara að halda því áfram. Það er stórt verkefni að vinna. Og ótrúlega skemmtilegt. Gaman að sjá svona unga hæfileika krakka, einmitt. Það er þetta ekki en það fyrir að sýnda í sjónvarpinu? Jú, þetta var sýnda í sjónvarpinu og þetta var mjög skemmtilegt í fyrra. Það er bara nóg framundan. Það er nóg framundan, það er alls konar framundan. En það er bara rosa gaman að fá þig. Takk fyrir að koma. Gaman að koma. Og bara ég fylgist áfram með þér úr fjarlægð. Já, svo ég beði að helsa, maður ekki glemt að segja á hann, að tala hérna
út af að tala um bassalegging, hvernig maður heldur bassan. Já. Það, út af tölum að Magga eins, við erum gælubúin, við erum einu vindætti. Já. Það Maggi, ég sagði þetta sjálfur, hann besti luftbassaleikari Íslands. Já, hann mjög töff á luftbass. Hann uppáhalds luftbassaleikari minn. Það er ógeðslega fyndið þegar hann hendur það. Já, ég alveg þegar við vorum að vinna saman á besta vinnustæði heimi í Garabænum. Jú. Þá þá tók ég eftir því að hann var geðu luftbassaleikari. Það þarf að keppa í þessu, sko. Þetta er rosa, hann er alveg með rytman, sko. Hann tekur þennan. Ég veit ekki alveg hvað þetta er. Nei, ég veit ekki hver gerir þetta. Hann er mjög töff. Ég er alltaf að segja að kaupa sér eitthvað hljóðfæri. Hann er svo, hann er alveg, og ég er ekki eins og grínast, hann er með svo mikið tóneyra og hann er svo mikið áhugamörn tónlist. Já. Ég er alltaf eitthvað, þú að kaupa bassa eða gítar eða eitthvað, en hann segist verið með svo stífa putta, ég veit ekki. Ekki þegar hann á luftbassanum allan. Nei. En já, ég ætla að segja honum þetta og hann heyrir þetta. Hann heyrir þetta. Hann neyðist til að hlusta þættina mína. Takk fyrir að koma. Takk.